Tapið í kvöld, þetta var nú kannski leikur sem að þeir máttu, helst ekki tapa. Já, maður má náttúrulega ekki tapa neinum leikjum helst, en þetta var mikilvægur leikur upp á sæti í úrslitakeppni sem við töpuðum í dag og rosalega sárt. Og þeir voru svona á eftir alveg frá byrjun. Þeir byrja hérna 2-3-0 og svona þeir náðu þeim aldrei. Nei, mér finnst þið alveg ofboðslegi klaufar fyrstu 20 mínúturnar í leiknum, mikið af tæknifillum og bara planið sem við förum inn í leikinn, það bara við náum ekki að fylgja þeir nógu vel eftir og ákváðu bara með yfirhöndina og alla fyrirháleikinn, bara engin spurning. Við vissulega svona komum aðeins tilbaka þarna miðbyggið og missum svo aftur frá okkur og erum 4 mínútur í hálfleik, þannig að mjög svekktur með fyrstu 20 mínúturnar í svona leik. En svona byrjunin á seinni hálfleik, hún kannski sýndi manni það að manni fannst svona eins og þið værið að reyna að koma tilbaka og berjast fyrir þessum 2 stigum? Já, og mér fannst þetta að berjast bara í allan leikinn, sko. Mér fannst Bruno náttúrulega byrjar að verja, við fengum náttúrulega mjög fá skot í fyrirháleiknum, Bruno byrjar að verja í seinni og hjálpar okkur mikið. Samanskapi Kúkabót að verja alveg mikið hinum einn, svona allána í tilfinningunni, ef hann sé með statistikkinum fram. Þannig að við erum einhvern veginn svona alltaf aðeins að saxa á, erum konum með 1 eða 2 þarna miðbygg og svo okkur náttúrulega bara hent út af 2 mínútur í annar hverju vörn, þannig að gerir þetta erfiðara. Já, þér fannst halla á það, ég sá þú varst að ræða við eftirlitsmanninn eftir leikinn og þér fannst halla á ykkur. Já, og ég óska engum illt og mér langar ekki að tala ill neitt og ég veit að Magnús og Kári eru alltaf að gera sitt besta, bara ekki spurning. Í þessum leik þá fannst mér mögulega alla 2 mínútur sem við fengum réttar en mér fannst vanta 4-5 hinum einn, bara á mjög lík og keimlík brot sem var sleppt og það náttúrulega bara ógeðslega dýrt í svona leik og því miður og gerir þetta verkefnið þetta bara mikið erfiðara og alltaf með fyrirvara, ég sé ekki búinn að skoða þetta upp á nýtt en mér finnst þarna mörg atriði, það eru fyrirháleik að hlaupið inn í dag í gegnumbroti þar sem ekki tekna 2 mínútur. Við erum í hraðaupphlaupi þess að hrinding á baki á hornamannunum og dómararnir vilja meina að hann sé í jafnvægi þegar hann tekur skoti sem ég bara skil ekki hvernig á að vera hægt eða búið að hrinda á baki á hraðaupphlaupi. Þannig að svona augljósar 2 mínútur með hvað lína var soft í leiknum og hvað dæmt á mikið og þá fannst mér að vanta öðrum megin. Og það munar allt í svona jöfnum leikjum og svo framvegis, talandi þetta og talandi markvörslu og fleira, það munar allt. Já, ég meina auðvitað, ef við hefum bara spilað betur og við unnið leikinn, það er alltaf þannig og en þegar maður á ekki sinn besta daga þá hjálpar þetta ekki til. Og svona, nú eru það orðin 4 stigum eftir HK í þessari baráttu um 8. sætið, þannig að það er svona... Og HK með innbyrðis. Já, og það má eiginlega ekkert út að bera þess. Nei, við þurfum að vinna alla leikina sem eftir við. Það er og við horfum býrna á prógrammið þannig að við getum það. Þannig að við þurfum aðeins að rífa okkur bara upp eftir þetta og mæta í næsta leik og taka 2 stig.